Góðan daginn og takk fyrir að horfa á þennan fund hérna sem við erum í Samfylkingunni að halda. Fyrsti fundurinn sem við höldum svona beint á netinu. Það er auðvitað í ljósi þessa óvenjulega ástand sem að samfélagið okkar er í að við þurfum að leita nýrra leiða til þess að halda áfram okkar öfluga mikilvæga starfi í Samfylkingunni og þetta er ein leið sem okkur langar að prófa núna, kannski næstu 2 mánuði, að hafa fundi svona þar sem við getum strengt á netinu og fengið spurningar frá ykkur, bæði fólki sem er í flokknum og ekki í flokknum, það með auðvitað allir hlusta okkar boðskap. Og við höfum fengið nokkrar spurningar, þannig ég þakka fyrir það. Og hjá mér er hérna Oddný Harðardóttir, þingflokksformaður, og ég heiti Heiða Björg Hilmisdóttir, varaformaður Samfylkingarinnar. Og ætla svona aðeins að fá að spyrja Oddnýju svolítið út úr svona okkar stöðu á þinginu og hvernig málin hafa gengið þar fyrir sig og kannski svona hvernig, manni finnst nú alltaf jafnaðarmennskan mikilvægastu og réttustu áherslurnar en kannski ekki síst þegar ástandið er svona eins og núna að manni finnst bara eins og samfélagi hafa pínu verið tekið úr sambandi og það sé mikilvægt að það sé sett rétt í samband aftur. Að enginn verði út undan og það sé einhvern veginn verið að mæta þörfum fólksins. Hvað segirðu, Oddný? Hvernig metur þú stöðuna núna? Hvernig horfir þetta við þér? Hvað heldur við séum að fara inn í langt tímabil og erum við að koma aftur tilbaka eins og þetta var eða verður þetta öðruvísi? Já, sko staðan er auðvitað alveg grafalvarleg en akkúrat núna eru flestir að hugsa heilsuna sína og heilsu ástvina sína og passa upp á fjölskylduna. Ég held að áhyggjurnar af efnahagnum, þær fara að koma svona með fullum þunga eftir næstu mánaðamót. En við sem erum í stjórnmálunum, við getum ekki beðið eftir því að skellurinn komi. Við verum reyna svona að sjá fram í tíman og við höfum verið að vinna í því niður á þingi. Að vísu þá hefur ríkisstjórnin unnið svolítið svona einangruð að sínum frumvörpum, komið með þau inn í þingið eftir að flokkarnir þeirra eru búin að samþykkja og það er þá fyrst sem að við þingmenn fáum að sjá þessar lausnir. Og vinnan í þinginu hefur auðvitað verið ágætt en þetta hefur verið undir mikill tímapressu vegna þess að aðgerðirnar voru að miðast við svona gjalddaga, þetta samþykkja svo fyrir 1. apríl og svo framvegis þannig að þetta var allt undir mikill tímapressu. Sjálf hefði ég kosið meiri samvinnu á fyrri stigum vegna þess að þetta ástand sem við erum inn í og núna erum við auðvitað bara í augastólsins og það er ekki mikið skyggni, við svo sem sjáum ekki fram í tíman, ég get ekki sagt hvað þetta tekur langan tíma. Nei. En þannig að í þessu óvanalega ástandi hefði ég kosið nánara samstarf þvert á flokka því að við erum að glíma við þetta hér heima og öll veröldin. Og mér fannst, sko ég dáist að þeim þjóðarleiðtogum sem að kalla alla að borðinu. Það hefði gert til dæmis í Danmörku, Noregi veit ég, og núna á dögunum var Boris Johnson að kalla stjórnarandstöðuna að borðinu í Bretlandi. En það er nú ekki raunin hér, en auðvitað reynum við að hafa góð áhrif og benda á það sem að betur má fara. Og þessar lausnir sem að nú hafa verið settar með lögum eru á mörguleyti ágætar, en þær eru tímabundnar og þær eru takmarkaðar. Þannig við verðum við sjáum strax að það þarf að gera betur. Og við þurfum að gera betur fyrir heimilin, fyrir smáfyrirtæki, fyrir námsmenn, fyrir viðkvæma hópa, fyrir sveitafjölögin. Þannig að þetta er allt saman það sem við þurfum að skoða betur og það er ekki hægt að bíða lengi eftir þessum lausnum. Og aðgerðirnar sem að við hefur verið til, sem að ríkisstjórnin hefur viljað og stjórnarflokkarnir hafa viljað beita til þess að vinna gegn atvinnuleysi, þær eru mjög karllægar og það á ekki við núna vegna þess að það er ekki bara karlar sem eru að missa vinnuna og Vinnumálastofnun hefur bent á einmitt að hlutföllin séu eiginlega alveg jöfn
og það segir manni að það hallar meira á konur vegna þess að það eru fleiri karlar á vinnumarkaði fyrir en konur. Og í þessu ástandi þá bara stoppa margar þjónustugreinar sem að konur sinna og þá dugar ekki að gera eins og stjórnvöld að gera, að dæla peningum í vegaframkvæmdir og opinberar byggingar og viðhald af opinberum byggingum sem fínt að gera en það eru karlar sem sinna þeim störfum. Það þarf að horfa líka til kvennastétta og við höfum sérstaklega talað kvennastéttir eins og hárgreiðslukonur, eins og snyrtifræðinga, nuddstofur og saumastofur og fleiri svona kvennagreinar og fyrirtæki sem eru núna í miklum vanda og þar blandast á saman aðgerðir til þess að vinna gegn atvinnuleysi kvenna og aðgerðir til þess að standa með smáum fyrirtækjum. Því ef við horfum bara á hárgreiðslustofur þá eru þær margar út landið og oftar en ekki þetta ein hárgreiðslustofa sem hefur bara rekur sína stofu frá mánuði til mánaðar og þegar að þeim gert að loka vegna samkomubanns þá náttúrulega engin innkoma. En þær þurfa að standa skil eins og önnur fyrirtæki að föstum kostnaði. Það er hit og rafmagn, það er húsaleiga eða fasteignaskattar, tryggingar og afborgunar á lánum og svo framvegis en það er engin innkoma. Og við vitum að þessi fyrirtæki, þessi þjónustu fyrirtæki eins og hárgreiðslustofu munu fara aftur í gang þegar faraldurinn genginn yfir. Við þurfum ekki annað en að horfa á okkur í spegli á morgnana til þess að sakna þeirra mikið og við munum sannarlega nýta þá þjónustu þegar faraldurinn genginn yfir. En það þarf kannski vegna ástandsins sem að skapast á meðan að samkomubannið að grípa til aðgerða til þess að hjálpa þeim yfir þann hjalla og setja þessar atvinnugreinar inn í átakið allir vinna sem þannig að fólk getur verslað við iðnaðarmenn og fá 100% virðisaukaskatt tilbaka. Það þýðir bara 24% lækkun á reikningnum sem ansi gott en það þarf að eiga við fleiri stéttir heldur en stéttir sem að kalla sinna einungis og þessar stofnanir, þessi litlu fyrirtæki, hárgreiðslustofur og snyrtistofur, saumastofur ættu að falla undir það átak að mínu mati. Mér finnst þetta mjög áhugaverður punktur af því að alþjóðastofnanir hafa þetta verið að benda líka á það að konur verða oft illa úti í svona faraldrum þó þessi faraldur kannski eigi sér ekki beint allavega ekki svona í nútíma sögu hliðstæðu en svo eru líka konur sem eru svolítið á vaktinni núna. Það eru hjúkrunarfræðingar, eru stór kvennastétt, læknar eru orðnir nánast kvennastétt, allavega stórum hluta, félagsþjónustan, það mæðir mikið á heimahjúkrun og félagslegri heimaþjónustu, jafnvel enn meira en áður þegar eldri borgarar eru einir heima og hvattir til þess að vera ekki mikið í sambandi við aðra. Þannig maður svona velti fyrir sem mann finnst við einhvern veginn á sama tíma konur vera að missa, helmingur konur vera að missa vinnuna margar hverjar og hinar einhvern veginn eru jafnvel meiri í vinnunni heldur en nokkuð tíman áður og ég held að það væri áhugavert svona, þetta svona eitt af því sem að mann langar svolítið að kafa ofan í og skoða ennþá frekar í framhaldinu, hvernig þetta ástand mun koma niður á jafnrétti á Íslandi og hvort að atvinnuleysi kvenna og karla og slíkt og kom þetta til dæmis til umræðu í þinginu að væru fleiri iðngreinar eða starfsstéttir sem að myndi falla undir þetta. Við ræddum þetta í efnahags- og viðskiptanefnd sem þeir vorum að fjalla bandorminn og þar var þetta ákvæði inni allir vinna og ræddum þetta heilmikið og ég náðu nú aldrei rökunum fyrir því að það var ekki hægt að setja þessa greinar þarna undir og við ræddum þetta líka í þingsal en allt kom fyrir ekki en ég vona að þetta verði tekið betur til greina. Ríkisstjórnin hefur svolítið verið að grípa til gamaldals aðgerða. Það hefur verið þannig í kreppum bara undanfarna áratugi og að það gripið til þessara aðgerða
til þess að vinna gegn atvinnuleysi farið í að byggja vegi og brýr og svo framvegis sem að gefur körlum störf. Þetta allt önnur staða og ég held að það sé rétt sem að þú bendir á að þessi staða mun leiða til annars konar umræðu. Við munum meta með öðrum hætti þessar greinar og þetta mun breyta jafnréttisumræðunni ég viss og það er svo mörg horn að líta og þú talar framvarðasveitir og hjúkrunarfræðingar hafa sannarlega verið þar og heilbrigðisstarfsmenn. Hjúkrunarfræðingar hafa verið samningslausir í heilt ár. Kennarar eru líka samningslausir. Lögreglur, þeir eru líka, við höfum ekki samið við þær stéttir ennþá. Og þetta eru framvarðasveitirnar okkar. Algjörlega. Og ég held að verðmætamati muni breytast svolítið eftir þetta og þegar við hugsum svo hvernig verður lífið eftir COVID, hvernig ætlum við að hafa það, að þá munum við örugglega segja hér á landi við verðum að hafa heilbrigðiskerfi sem fyrir alla, sem getur staðist álag á öllum tímum og við verðum að hafa fjölbreyttara atvinnulíf. Við erum með mjög einsleitt atvinnulíf og þegar að ferðaþjónustan hrynur allan heim sem okkar stærsta grein og hefur staðið undir tæpum 10% af þjóðartekjunum í fyrra var það þannig. Það 4 sinnum meira heldur en gerist í Danmörku og það meira sér 2% meira heldur en í Grikklandi og hún hrynur og það allt í frosti í þeim fyrirtækjum. Þá þurfum við auðvitað bæði að grípa til svona stærri aðgerða heldur en löndin í kringum okkur, hvað var það þessa atvinnugrein, en við þurfum að líka hugsa til framtíðar, hvernig ætlum við að byggja upp atvinnulífið hér eftir COVID og hvaða stoðum viljum við renna undir atvinnulífið þannig að við séum ekki með of mörg egg í sömu körfu. Akkurat. Það hafa margir nefnt þetta undanfarið. Það auðvitað mikilvægt að styðja við atvinnulífið og passa að hér séu öflug fyrirtæki sem geta veitt fólki vinnu og En fólk svona virðist kannski óttast pínu að það sé að fara í gang einhvers konar kannski þetta vantraust að það verði bara þessum stóru sterku fyrirtækjum hjálpað, ekki litlu fyrirtækjunum. Hver ég ákveða hvaða fyrirtæki lifa og hvaða fyrirtæki ekki og líka, allir þessir einyrkjar, fólk sem að vinna sjálft sem að núna horfir fram á engar tekjur, hverjir grípa þau og upplifi svolítið svona, það svona mikill, auðvitað er óttast fólk heilbrigði sitt og kannski sína nánustu en það þessi afkomuótti og bara hvernig þetta mun allt saman verða í framhaldinu sem að mér finnst svo margir vera að hugsa og við í sveitarfélögunum auðvitað, við erum eigum að grípa þá sem ríkið ekki grípur og þar óttast ég pínu að þar sér hópur fólk sem að verða svolítið útundan og enginn að grípa. Já. Mögulega þeir sem hafa unnið einir og eru með sinn eigin rekstur og tekjur þar í gegn eru kannski búin að vera á of háum launum. Ég veit ekki hvort að við erum að fólk sem hefur unnið svart og ekki gefa upp tekjur. Svona hvort við erum að grípa allt fólk, erum við að gera nóg fyrir fólki í landinu? Nú er þarna tillaga barnabætur sem sannarlega í anda okkar jafnaðarmanna. Við höfum að tala fyrir barnabótum til allra, fyrir öll börn. Við höfum verið að skoða mikið í Reykjavík hvort við getum tryggt, sett einhvers konar þjónustu tryggingu til þeirra barna sem eiga foreldrar sem eru að fjárhagsaðstoð, því nú er fjárhagsaðstoð mjög lág framfærsla. Erum við að gera nóg til þess að grípa fólkið? Svo finnst mér líka að ég má flækja aðeins hafa komið svolítið í ljós. Við erum auðvitað að reyna sveitarfélögin að veita órofna þjónustu. Hún er auðvitað skert, eins og hvað varðar fólk með fatlanir og annað. En það kom svolítið í ljós líka, fannst mér varðandi notendastýrða persónulega aðstoð, að þar var einhvern veginn allt í einu enginn sem bara almennilega ábyrgð á þeim og það er svona margs konar sem mér finnst, erum við virkilega að ná að horfa
á heildina og fólki í landinu? Erum við of mikið að horfa á að bjarga stóru fyrirtækjunum? Sko við þurfum að gera betur en ef ég má aðeins bara fyrst með fyrirtækin og síðan fara yfir í heimilinu og auðvitað tengist þetta mjög mikið því að það auðvitað hagur okkar að við höldum að atvinnulífi geti síðan risið hratt og vel eftir að faraldurinn er gengin yfir. En það á bæði við stór og smá fyrirtæki og ég tala ekki í ferðaþjónustu þar sem að fyrirtækin þurfa að borga tilbaka, kannski bara í janúar var allt fullt bókað, allt árið en mjög lítið bókað núna því það er búið að kalla þetta allt tilbaka og fyrirtækin þurfa að borga tilbaka þeir sem hefur verið að panta hjá þeim. Og það er engin innkoma. Þannig það sem að þau þurfa að gera þá er að taka yfirdráttarlán til þess að borga inn til kreditkortafyrirtækjana sem að síðan borga viðskiptavinunum. Yfirdráttarlán eru mjög dýr og þetta eru úrræðir sem að núna er verið að bjóða fyrirtækjum sem að ég tel að sé mjög mikilvægt að skoða og lækka yfirdráttarvexti við þessar aðstæður því að fyrirtækin eru ekki bara að borga háa vexti yfirdráttarlánum til þess að borga kreditkortafyrirtækjunum heldur þeir að borga fleiri krónur vegna þess að krónan hefur fallið gagnvart öðrum gjaldmiðlum þannig að kostnaðurinn kemur þar líka þannig að það verður að horfa á stóru myndina þetta á við fyrirtæki sem eru bara stöndu og voru í góðum málum í janúar þau horfa fram á þessa erfiðleika núna litlu fyrirtækin eru í meiri óvissu vegna þess að þar gengur þetta bara svona frá mánuði til mánaðar og það er ekkert komin ein úrræði fyrir lítil fyrirtæki fyrir viðkvæma sprota og við höfum verið að kalla eftir því í samfélagi. Svona til að byrja með að fólki fannst einhvern veginn ekki skilningur á því í samfélaginu hversu mikið álag það er að til dæmis sinna fólki í sóttkví eða fólki sem í einangrun í heimahúsum og fara síðan heim til sín og allt þetta og hversu mikið það álag það er að reyna að mæta öllum þeim sem ekki geta komið á vinnustaðana sína í félagsstarfi sitt en við sjáum líka aukningu í tilkynningum á ofbeldi núna á þessum tíma. Við erum með fund á eftir ofbeldisvarnarnefnda fund þar sem að meðal annars með koma fram að aldrei áður hafa jafnmörg börn sjálf haft samband við barnavernd í Reykjavík. Þannig ég held að þetta sé rétt mat og ég held að við þurfum að vera sérstaklega á verðinni þarna. En við í Reykjavík af því að þú talar forystuna og þingi að í Reykjavík erum við auðvitað með úrvalsjafnaðarmann í brúnni, Dag B. Eggertsson sem að auðvitað gætu örugglega hæglega sest niður og ákveðir sjálfur með okkur í þingflokknum, borgarstjórnarflokknum, hvernig best er að bregðast við en við ákveðum að gera það ekki þannig og þannig að þar voru allir flokkar og verða allir flokkar við borðið og ég er sannfærð það og þó að við séum sannfærð okkar stefnu og hún sé best að þá er það einhvern veginn það sem er kallað eftir núna að það er samstaða og samstarf og við höfum sett á borgarvakt þannig að við ætlum að fylgjast með þessum vísum og bara hvernig ástandið er bæði í atvinnumálum og velferðarmálum í borginni og koma með tillögur þar og erum nú þegar að byrjuð að skoða fjárhagsaðstoðar reglurnar okkar. Við erum þó með mjög öfluga fjárhagsaðstoð í Reykjavík í rauninni ef við spyrum okkur saman við önnur sveitarfélög og ég hef ágjör af því og það er kannski eitthvað sem þið mættu huga á þingi að það er alveg, upphæðirnar eru alveg niður í 147.000 krónur á mánuði fyrir einstakling að lifa af og mjög mismunandi reglur hvað varðar það. En það er mikið ásókn núna og ákall á sveitarfélögin, einhvern veginn að bæði afsala sér tekjum, að lækka álögur og bæði fasteignagjöld og útsvar sem eru auðvitað okkar helstu tekjustofnar. En síðan auðvitað hinni tekjustofnar sem við höfum sem er þá oft sala og byggingarétti eða sem við sjáum fram á að muni líka hrynja, við óttumst það að á sama tíma er verið að biðja okkur að fara í framkvæmdir, það er verið að biðja okkur að auka þjónustuna og við erum auðvitað að sjá fram á mikinn kostnaðarauka bara við að veita þjónustu núna á þessum COVID-tímum.
og við í Sambandi Íslenskra sveitarfélaga, því ég var að formaði þar, við sendum frá okkur tillögur sem að gengu svona út á fyrstu viðbrögð bara við þessi ástandi sem núna. Og þar vorum við að tala sko einhvern veginn að við ættum að reyna að fresta þar sem við getum fyrir fyrirtæki og einstaklingar sem að lenda í tekjufalli, fresta gjaldögum. Ef þeir eru að leigja hjá okkur húsnæði, hvort við getum dreift leigunni á einhverja mánuði, ef þeir eru að borga til okkar fasteignagjöld, hvort við getum dreift því. Og ef að fólk ekki að geta nýtt þjónustun okkar núna vegna ástandsins með COVID, að þá fellum við niður gjöld. Þannig við erum að fella í rauninni niður fyrir þá sem eru í leikskólum og grunnskólum, mat eða frístund, þá sem ekki er að nýta þjónustun, og það er auðvitað tekjumissir fyrir okkur. Og síðan settum við hugmyndir framkvæmdir, við vildum gjarnan fara í framkvæmdir með ríkinu, byggja húsnæði fyrir fatlað fólk og hjúkrunarheimili, annað slíkt sem væri þá innviðafjárfesting sem myndi duga mjög langt fyrir okkur, og við sjáum það einhvern veginn sem svo mikinn hag fyrir ríkið að fjárfesta í gegnum sveitarfélögin, því þá það sem maður verið að fjárfesti áfram í eigu íbúa. og við höfum auðvitað, sveitarfélög eru gjarnan að fjárfesta í íþróttamannvirkjum, eiga þau íþróttamannvirkin og íþróttafélögin hafa aðgang að þeim, og þá sligar það ekki íþróttafélagið í rekstri húsnæðis. Það kom okkur mjög óvart að þessi virðisaukaskattsleið væri ekki einhvern veginn opin fyrir sveitarfélög, þannig að við getum farið og byggt í rauninni allt sem við byggjum auðvitað í eigu íbúana, og svona fannst kannski svolítið skrýta áherslan væri á því að við væri þá frekar að koma byggingum sem væri þá í eigu einhverja annara. Og síðan langar okkur mjög mikið að sjá einhvers konar atvinnuátaksverkefni þar sem við getum tekið þátt í, og við í Sambandi Íslenskra sveitarfélaga lögum til að við getum hæglega fjölgað 1000 störf bara frekar hratt, og við getum aukið í fjárfestingar frekar hratt, við tölum alltaf 5 milljarða eitthvað sem í pípunum. Og síðan bara auglýsa ferðaþjónustuna aftur þegar það kemur í gagnið, og við Reykjavík nýttum þessar tillögur, og tillögurnar okkar 13 sem við kynntum í síðustu viku byggja svolítið á þessu, og við horfðum kannski meira á það í atvinnumálunum að við varum að fjárfesta í þessum þekkingagreinum og nýsköpun og einhverjum svona skapandi greinum, og ákveðum að senda út skilaboð það við varum ekki að fara að hvika frá því að standa með menningu og íþróttum. Ég held að það sé mikilvægt einmitt að nefna alla. Og við viljum gjarnan fjárfesta í nýrri tækni, reyna að nýta tækifæri þá núna, ef við getum fjárfest aukið þá skuldur okkar líklega, fjárfesta í aukinni rafrænni tækni. Þetta allt saman eitthvað sem komið. Ég held að sveitarfélögin séu samt bara rétt að byrja, einhvern veginn að átta sig á hvert við erum að fara. Við erum auðvitað bera okkur saman við sveitarfélögin á Norðurlöndunum, og við sjáum þar almennt að ríkisstjórnirnar eru að standa mjög þétt með sveitarfélögum, og eru í rauninni að veita sveitarfélögum aukin fjárheimildir eða aukin fjárframlög til þess að standa undir þessari þjónustu núna, og til þess að geta einhvern veginn gefið svolítið í velferðarþjónustuna. Og við höfum horft svolítið öfundaugum til þess, og mér langar að vita, er það í einhverju, ég sá til dæmis núna Svíar voru, bæði Stefán Löfven kom þarna og kynnti með fulltrúum ríkisstjórnarflokkana og fulltrúum minnihlutans pakka sem þau ætla að leggja fram, sem upp á 22 milljarða sænskra króna. Þetta auðvitað 10 milljarða þjóð, þannig að þetta ekki kannski beint hægt að yfirfæra, en ég var að reyna að hugsa hvað það væri á íslenskum krónum, og bæði í Danmörku og Noregi hefur verið sett 5 milljarðar allan í Noregi sem að þeir hafa sett beint til sveitarfélagana til þess að viðhalda þjónustu. Það þarf við þetta núna meðan við erum að ganga í gegnum þetta, þá þurfum við að stórauka þrif, við erum með fullt af fólki sem í sóttkví, við þurfum að fara í bakvarasveitir, við erum að ráða inn fullt af auka fólki og þjálfa. Hefur þetta eitthvað verið rætt á vegum ríkisins að standa með sveitarfélögunum í gegnum þetta og einhvern veginn styrkja þau til þess að veita íbúunum þessa nærþjónustu sem þeir svo sannarlega þurfa? Jú, fulltrúar Sambands íslenskra sveitarfélaga hafa náttúrulega komið á fund hjá efnahags- og viðskiptanefnd og farið yfir þessa hluti alla saman, og við í Samfylkingunni höfum sagt við verðum að koma með sveitarstjórnarpakka og heimilispakka eins og ég sagði áðan,
og taka utan viðkvæma hópa og við megum ekki gleyma námsmönnum. Þeir geta verið í mjög erfiðri stöðu. Ég tala nú ekki þá sem að hafa verið að framfylgja sér með hlutastarfi sem þeir missa núna og hafa ekki næg réttindi til þess að fá atvinnuleysisbætur. En mér langar til að nefna aðeins bankana og þá sjálfsögðu kröfu að þeir sýni samfélagslega ábyrgð í þessari erfiðu stöðu. Seðlabankinn er alltaf búin að lækka vexti sem að eiga nýtast öllum, bæði fólki og fyrirtækjum og það er búið að sem sagt, gera ráðstafanir þannig að það eru 100 milljarðar sem er viðbætur hjá bönkunum í lausu fé til þess að gefa þeim kleift að mæta fólki og fyrirtækjum í þessari stöðu og síðan er líka búið að lofa því að flýta lækkun bankaskatts. Allt er þetta gert til þess að gera bönkunum kleift að mæta vandræðum fólks og þá eiga þau líka að mæta vandræðum fólks. Og það ég get nefnt á að lækka yfirdráttarvextina eins og ég sagði hér áðan, en það þarf líka að vera með sveigjanleika varðandi afborgunum af lánum, bæði heimila og fyrirtækja. Það verður, þeir bankar mega ekki í þessari stöðu keyra fyrirtæki eða heimili í þrot og við verðum að vakta þau og við verðum að gera fjármálafyrirtækinu, við verðum að gera til þeirra skýlis og kröfu að standa með samfélaginu, með fólkinu og fyrirtækjanum í þessum aðstæðum. Það er búið að gera þeim það kleift með ýmsum ráðstafunum frá ríkisstjórn og Seðlabanka og nú verða þau að standa sig. Og mig langar líka að nefna hrækamanna sem eru núna farnir af stað og að leita sér af leiðum til að græða á neyð fólks. Og við verðum að vera á vaktinni gagnvart þeim líka. Og mér finnst ekki nægilegt að segja bara skatturinn er með eftirlitshlutverk þarna, vegna þess að það kemur meira eftir á. Við verðum að stjórnvöld verða að setja á vakt til þess að gæta því að það fari ekki á stað, ég kalla það bara gamma, til þess að græða á neyð fólks, hvort sem það eru fyrirtæki eða heimili. Þannig að þetta eru 2 atriði sem skipta mjög miklu máli þegar við erum að ræða stöðuna og setja út lausnir, að þá verðum við líka að treysta mikilvægum stofnunum að standa með fólkinu og ýta þeim frá sem að ætla að græða á aðstæðum fólks. Akkurat, maður sér að allir svona alþjóðabankar og seðlabankar er að gefa út tilkynningar um það verði nægt fjármagn. Já, og þess vegna er náttúrulega aðstoð og styrki ríkisins til fyrirtækja og vonum að þeir geti lifað af erfiðleikana og farið að stað aftur svo mikilvægar. Að því að leið og það er komið skýrt að fólk fái aðstoð, þá fer það ekki að selja eigur sínar á skortsölu. Nei, auðvitað koma alltaf fram einhverjir sem að vilja græða og ég held að það sé mikilvægt að við höfum það í huga eins og þú segir, séum að varbergi þar og auðvitað eitt af okkar grunngildum er þessi samkennd og samstarf að við séum að vinna saman sem heild og séum ekki einhvern veginn að reyna að níðast á hvert öðru og ég held að traust er svo mikilvægt og traust er náttúrulega við í norrænu ríkjunum tölum traust sem gull. Að því það er ekki traust á milli manna þá gengur allt vel en það er bara ekki hægt að treysta öllum. Nei. Þannig er nú það. En til þess að passa það að öfgaöflin og reiðin og græðgin fá ekki að krauma, þá þurfum við að vera nefnilega öll saman og búa til sátt lausnirnar og ekki gleyma viðkvæmum hópum. Ég pínu örlítið svona velt fyrir mér fyrir þá sem að hafa verið núna, því það er staðreynd að það hafa verið þúsundir Íslendingar sem hafa lifað undir fátækramörkum og bara búið við sára fátækt. Nú sér það fólk að það er tilfyllt af fjármagni sem hægt er að bjarga fyrirtækjanum og ég alveg fundi fyrir að það svona, ef þessi peningar voru alltaf til, á hverju var ég þá látin
búa við fátækt og upplifir pínu svona leið og það er verið að mæta aðstæðan þeirra sem vera að missa tekjur að þá er komin upp smá svona krafa frá þeim sem hafa haft það slæmt að þeirra kjör verði líka leiðrétt og ellilífeyrisþegar og örorku fólk sem að lifir á örorku launum og og fólk sem hefur lifað á fjárhagsaðstoð sveitarfélaga í einhver tíma, fólk sem hefur verið að vinna fyrir mjög lágum launum og í rauninni ekki náð endum saman. Á það fólk að óttast enn meira afkomu sína, fólk óttast auðvitað að hér komi verðbólga og launin verði ennþá minni. Hvað getur við sagt? Við viljum auðvitað vera á vaktinni. Hvað getur við sagt við þannan hóp fólk sem að finnur fyrir þessum afkomu ótta og kannski er búið að vera þar? Já, og þetta eru svo skiljanlegar tilfinningar og kröfur sem að koma frá þessum hópum. Og við höfum auðvitað lagt fram alls konar tillögur Samfylkingin að bæta kjör þessara hópa. Og staðreyndin er svo að ef þú ert á örorkubótum og ert í sambúð þá ertu langt undir lágmarkslaunum. Og jafnvel þó þú sért með heimilis uppbótina, þá ertu líka undir lágmarkslaunum eins og þau eru núna frá 1. apríl. Aldraðir sem að þurfa að treysta á greiðslu frá Tryggingastofnun eru í sömu stöðu, undir lágmarkslaunum. Og ég tala nú ekki atvinnulausir. Atvinnuleysisbætur eru í sögulegu lágmarki miðað við lágmarkslaun nú stundir. Það munar rúmum 45.000 krónum á grunn atvinnuleysisbótum og lægsta taxta. Og þetta getur ekki gengið svona og við höfum lagt á það áherslu að í þessari stöðu sem við erum í núna verðum við augljóslega að hækka atvinnuleysisbæturnar. Þó það sé ekki með bara krónutölurnar sem að lífskjarasamningurinn byggir á. Það væri strax skárra. Þá kæmust þær upp í 320.000 en er núna tæpar 290.000 grunn atvinnuleysisbæturnar. Og þú ferð aldrei hærra en í 456.000. Þú byrjar á 70% af laununum þínum en aldrei hærra en þetta. Nema auðvitað kemur inn í þetta núna hlutaatvinnuleysisbæturnar þannig að þeir sem eru í einhverju ráðningarsambandi við atvinnurekendur eru í betri málum en heldur en þeir sem eru algjörlega atvinnulausir og ég tala nú ekki þeir sem eru að detta núna inn á grunnatvinnuleysisbætur. Og þetta er stórt vandamál og það er vandamál. Ójöfnuður er vandamál. Ójöfnuður er veikleiki í samfélögum. Það er þannig og þegar að svona miklir erfiðleikar dynja yfir, þá kemur ljós úr hverju samfélögin eru byggð. Og ég er sannfærð það og við sjáum það bara á því sem að komið og þó að við sjáum ekki út fyrir auga stormsins að það eru samfélagi þar sem að jöfnuður ríkir, þar sem að velferðarkerfið er sterkt, þar sem að er fjölbreytt atvinnulíf og heilbrigður vinnumarkaður og það sem er svona efnahagslegt ábyrgt umhverfi, það eru þau ríki sem mun að koma best út úr þessum heimsfaraldi. Hinir sem að treysta bara markaðinn, grimman og kaldan, þeim munum fara illa út úr þessu. Það er, ég held að það sé það sem við eigum eftir að sjá. Já, vonandi mun þessi, að því maður finnur auðvitað fyrir mikilli samkennd í samfélaginu núna. Fólk að standa saman og við erum öll sett svolítið kannski mörg okkar á svolítið hólt og fólk svolítið þarf að stoppa og hugsa og ég sá einhvers staðar að kannski væri verið að kveikja svolítið á tilfinningunum okkar margra hverja sem að hafa kannski ekki verið þar að þessi samkennd og þessi væntumþykja inn í samfélagi til annarra í samfélaginu. Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt. Við höfum náttúrulega líka horft kannski svolítið fram hjá ákveðnum hópum hingað til. Fólk sem í leita alþjóðlegri vernd, hefur ekki kannski fengið eða svona hlýjar móttökur á Íslandi, svona almennt. Þetta er fólk sem í neyð. Ég meina, nú eru okkar
landsmenn margir hverjir að upplifa slæma tíma en þó aldrei svo slæma eins og flesti þeirra sem hingað að koma að biðja alþjóðlega vernd og svona við höfum þetta ákveð tækifæri til þess að taka svolítið utan heiminn og hugsa hvernig viljum við hafa þetta, hvernig líka svona jöfnu viljum við hafa í samfélaginu ekki bara í okkar landi og það kannski önnur umræða sem við getum tekið seinna í svona fundi í rauninni hvert alþjóðasamfélagi að stefna, hvort við erum að fara að loka öllum ríkjum eða hvort við erum að fara að vera meira glópar og vinna meira saman og horfa meira á svona jöfnuð yfir höfuð sem er þetta í anda okkar jöfnuðamanna. Og fyrir okkur Íslendinga, fyrir okkur Íslendinga er svo mikilvægt að aðrar þjóðir vilji hafa opið og alþjóðlegt samfélag að því svo við getum haft viðskipti og við byggjum svo allt okkar á því og ef að stór ríki ætla að fara skelli lás þá verður við í vondum málum alveg sama hversu vilju við erum til samstarfs. Akkurat, ég er auðvitað alin upp á Akureyri í iðnaðarbænum þar sem stóð einhvern tímann til að allt yrði framleitt sem þyrfti, skór og föt og matur og en það er víðsfjarri að þannig sé það í dag og við yrðum ekki lengi að lenda í vandræðum ef við getum ekki átt þessi vöruskipti við útlönd og en þetta verður áhugavert að sjá í rauninni hvernig þetta mun allt saman þróast. Eitt sem við höfum ekki rætt og það er kannski fólk, nú hefur Íslands samfélag breyst mikið, við erum með fólk af erlendum uppruna. Hér eru 20.000 manna sem að búa hér sem að tala ekki, kannski endilega, allan ekki íslensku sem sitt móðurmál og hafa kannski upplefað sig að mörgu leit pínu út undan hvað var þar upplýsingagjöf og annað þar sem hún hefur meira og meina farið fram á íslensku þó hefur nú verið svona bragarbót því undanfarið sem er frábært en ég hef líka heyrt frá þessum hópi, svona kannski einhver pínur reynslusagur frá síðasta hruni að þetta gæti verið fólki sem missir fyrst vinnuna. Getum við gert eitthvað til þess að taka utan þannig hóp frekar? Já, það getum við gert og eigum að gera og í þessum samskiptum sem við höfum átt í efnahags- og viðskiptanefnd við samband sveitarfélaga, þar sem þú ert nú varaformaður. Jú. Þar hafa komið fram margar hugmyndir hvernig væri hægt að bregðast við og ein fannst mér afbragðsgóð sem er einmitt að setja á öfluga íslenskukennslu fyrir atvinnulausa innflytjendur og það væri til að styrkja stöðu þeirra á vinnumarkaði en það væri líka gróði fyrir samfélagið að gera þetta. Þannig að þetta er verkefni sem er ábótarsamt og við ættum að fara í. Akkurat. Okkur fannst þetta nefnilega rosalega góð hugmynd. Já, hún er mjög góð. Að þessum tíma núna meðan að ferða þjónustan til dæmis sérstaklega þar sem að margir starfa og veitingahúsin og annað meðan að þau eru ekki í starfsemi, þá geti starfsfólki nýtt kannski mögulega tíman til þess að læra íslensku á meðan og ég vona að það eru þetta eitthvað sem við vildum gera í samstarfi við ríkið. Já, við þurfum að koma að því. Við myndum allavega að leggja þessa tillögu fram ef hún kemur ekki frá ríkisstjórninni. Nei, akkurat. Varðandi eldri borgara, nú hefur verið talað mikið, ráð til fólks hvað yfir 60 er bara að halda sig heima og vera ekki í nánum samskiptum við neitt og það eru 2 metrar á milli fólks. Þegar þessu tímabili lýkur, aukinn einmanaleiki eða á meðan á þessum tíma stendur, maður svona veltir fyrir sér hvað samfélagi getur gert til þess að reyna að bregðast við þessu, hvort við ættum hafið þið rætt þetta eitthvað á þingi? Nei, það má vera velferðarnefnd hafi farið yfir þessi mál en það er auðvitað augljóst að við þurfum að gera það og læra af þessu. Það er svo margt sem að við getum lært af þessari erfiðu stöðu og meðal annars þetta, hvernig höfum við sambandi fólk, hvernig sýnum við umhyggju og hlýju án þess að koma við fólk og hvernig gerum við það í gegnum tölvunar okkar og símana. En það er það sem við þurfum að gera núna og passa að enginn verði út undan. Já, það er kannski fyrst og fremst það. Við mitt í Reykjavík við höfum hafið innleiðingu og velferðartækni, með svona sérstaklega velferðartæknismiðju sem hefur fundið fyrir mjög auknum áhuga síðustu mánuði og það er auðvitað eitt af því sem er jákvætt við hörmungar eins og þessar að
tækninýjungar einhvern veginn fá hraðar innleiðingu og fólk tilbúna til þess að prófa og við höfum verið að prófa þessi innlit og annað til eldri borgara og mögulega getum við nýtt það meira í framtíðinni líka til þess að veita þessu fólki betri þjónustu heldur en við gerum og gerðum áður. Já. En ég held við erum þetta svona búin að reyna að stikla á stóru hvað búið að vera að gerast á þingi og hvað búið að vera að gerast í sveitarfélögunum og ég veit að fyrst og fremst talað þar Samband íslenskra sveitarfélaga sem ég varaformaður og Reykjavík. En það er nú ekki ólíklegt að við á einhverjum seinni svona fundi fáum að heyra frá fleiri sveitarfélögum. Er eitthvað sem þú myndir vilja segja svona að lokum, Oddný? Er einhver skilaboð til okkar flokksmanna eða núna? Já, staðan er alvarleg en það styttir upp síðir. Já. Og það er voðalega mikilvægt að hafa það í huga og fara eftir öllum leiðbeiningum frá heilbrigðisyfirvöldum og hugsa, og við þurfum öll að gera það, hugsa hvernig samfélag viljum við hafa eftir COVID. Og þá held ég að núna þegar við sjáum hvað jafnaðarmannasamfélag er sterkt samfélag þegar á bjátar, þegar við horfum til hinna norrænu ríkjana, að þá munum við styrkja þær stoðir hér heima líka og styrkjum heilbrigðiskerfið okkar, velferðarkerfið okkar, sýnum því virðingu og þakklæti í verki. En auðvitað verðum við líka að vera með sterkt atvinnulíf og það er stórt verkefni að styrkja atvinnulífið, renna þar undir fleiri sterkum stoðum og þá þurfum við að fara út í nýsköpun, við þurfum að fara út í alls konar tækni, þróun og við verðum að efla menntun og ekki síst starfsmenntun og endurmenntun á öllum sviðum. Og þetta er það sem ég sé núna og ég vona að fólk heima sé svona hugsa með sér hvernig getum við nú stutt flokka sem eru til í að berjast fyrir þessu öllu saman og að leggja okkur lið í því. Akkurat. Það er auðvitað oft sagt að fyrirtækin sé undirstaða samfélagsins eða velferðar en við auðvitað hefum alltaf sagt það í samfélkingunni að öflug velferðarþjónusta og öflugt velferðarkerfi er auðvitað undirstaða samfélags. Ef að samfélagi á að vera heilbrigt þá verður að vera öflugt velferðarkerfi og vonandi sjáum við svona aukinn skilning á því sjónarmiði að auðvitað þurfum að hafa fyrirtæki sem að skapa störf og verðmæti en án öflugs velferðarkerfis þá erum við mjög brothætt. En það er bara norrænu gildin sem að duga. Það er velferðarkerfi fyrir alla. Það er heilbrigt og öflugt atvinnulíf og það er ábyrg efnahagsstjórn og þetta er eins og fætur undir stól og ef að ein brotnar þá brotnar allt. Og það eru þessar stóðir sem við verðum að styrkja til framtíðar. Svo fannst mér ansi gott það sem að hefur líka verið bent á að við vorum auðvitað á tímamótum, við sáum fram á það að við vorum að stefna ekkert endilega á góðan stað, hvað var það loftslagsbreytingar og hamfarahlýnun og annað, þannig kannski höfum við líka ákveðið tækifæri til þess að hugsa framtíðina núna meðan að við förum í gegnum þessa erfiðu tíma, hvernig viljum við endurræsa samfélagið og viljum við kannski sýna hvort öðru meiri væntumþykju og áhuga og samkennd og auka svolítið í það og viljum við kannski einhvern veginn vera með heilbrigðara samfélag og minnka þessa hamfarahlýnun og koma öflugar inn í aðgerðir á móti því. Ég hugsa að eftir þetta kannski gætu þessir pólar svolítið tekist á. Ætlum við að endurræsa allt eins og það var eða ætlum við að reyna að gera það einhvern veginn aðeins öðruvísi. En ég held ég bara taki undir það. Ég þakka þeim sem vildu vera með okkur á þessum fundi. Þetta eru þetta fyrsti fundurinn og ótrúlega margt sem við Oddný hefum getað að tala og margt sem við náðum líka að fara yfir. En ég held að núna sé bara bestu ráðin að einhvern veginn reyna að komast í gegnum þennan tíma og leyfa okkur núna líka að velta fyrir okkur þó að sé vera að krefast þessi samstað og samkennd og allt það þá auðvitað og öll að velta fyrir okkur að hafa skoðunar á því hvernig við ætlum að halda áfram og hvað það er sem við ætlum að byggja upp og hvað það er mikilvægt að hafa í huga núna og eftir að þessi ástandi líkur því tíminn sem betur fer ljúka einhver tíman og þá þurfum við að vera öll reiðubúin að stökkva til.
bara kæra þakkir og þetta var skemmtileg tilraun. Bara takk allir sem hlustuðu.